og ekkert sé. Það þó þessi nálgun og þessi verið að hugsa þetta. Og þetta gerist það ekki öðruvísi að kvótinn ekki tekinn af fyrirtækjunum með að það verið niðurstaða þingsins að gera það. Að þá það myndi stofnast skaðabótasvið. Það verið eftir sammálum með Jónssonar með annars skoði. Það ekki bara verðmæti sem gett bara aflæðning. Vegna þess að það líka svo bara grundvöllur sem hafa byggt á reksturinn. Þeir sem hafa aflæðningu núna eru kannski búinir að borga þeir eftir líka kröfu. Þannig að þetta eitthvað sem þetta hugsa. En við ætlum að fara í kerfistöð. Það þetta bara ákvörðu með þetta Alþingis, en það hefur þá sínar afleiðingar. Og ég ekki mæli með þetta. Já, takk ykkur fyrir. Bara til þess að gera einfalt mál ekki óflókið þá náttúrulega kvótaskuldasjóðurinn ekki útfærður sérstaklega í þessu. Ég meina, hann verður náttúrulega einn kröfuhafa og hvort sem að hann skuldirnar séu á útgerðunum áfram eða inn í kvótaskuldasjóðunum sem slíkum per se skiptir ekki máli fyrir eignarlið efnahagsreikninga bankana sem hafa lánað í þetta. Þetta einfaldlega bara útfærsluatriði. Varðandi spurningarna sem að herramaðurinn var með varðandi samráði sveitarfélög og hagsmunaaðila, þá virkar lagasetning þannig að menn reyna að safna saman hugmyndum hvernig löggjöf væri æskileg og semja svo frumvarp og það fer inn í þingið og síðan það sent til umsagnar. Og þetta frumvarp í umsagnarferli. Þetta ekki alltaf í svona kallinni. Það algengt að þingmenn fara út kjördæmin og ráðfæri sig í sveitarstjórnum áður en þeir leggja frumvarp fram. Þetta bara aðtjáð. Já, en frumvarpið í umsagnarferli núna og því umsagnarferli lauk 1. mars. Það var meðal annars sent til umsagnar hjá öllum sveitarfélögum all land, hjá samtökum allra sveitarfélaga, hjá öllum samtökum sem að koma að sjávarútvegi og öllum einfaldlega sem að þeim í atvinnuveganefnd Alþingis hugnaðist að setja á blaðið sem umsagnaraðila. Þannig að það að sjálfsögðu leitað umsagnar og svo kemur bara í ljós hvað verður þær og hvar þær lenda hvorum megin liggja. Hvað varðar úthlutanir til kvótandi sveitarfélaga og það hafi ekki gefist vel, þá hefur það náttúrulega ekki gefist vel af því það hefur verið gert með pólitískum úthlutunum og sveitarfélögunum hefur verið heimilt að ráðstafa sjálfum hvert kvótinn Þetta allt annað fyrirkomulag á því. Hér eru sveitarfélögunum einfaldlega gert skylt að setja þetta á uppboð og það náttúrulega verður passað upp á það að uppboðin verði lögformleg og eðlileg og farið eðlilega fram. Það einfaldlega bara eins og uppboð eru á eðlilegum tímum og á eðlilegum svæðum. Uppboð eru hagkvæmasta og skilvirkasta leiðin til þess að úthluta takmörkuðum gæðum. Þannig það bara. Og þar sem að hægt að koma þeim við, þá ber að gera það og þess vegna teljum við að þetta sé hagkvæmasta leiðin. Ég vona að þetta svari þeim spurningum. Ég ætla að byrja núna að vera að styttast í fundartímann. Ég ætla að taka nokkrar spurningar í einu. Það allavega tveir búnir að biðja orðið. Einn í uppátt. Og svo ætla ég að byrja að skrifa niður og svara svo eftir. Ég ætla að vera svona aðeins harðari í fundarstjórninni og veifa bláu spjaldi ef mér finnst þið tala of lengi. En það herramaður með rauðan trefil í fremstu línu sem ætlar að vera með fyrstu spurningana. Já, halló. Góðan dag. Ég byrjaði að þakka hreyfingunni fyrir þetta framlagi hjá þig. Fyrst í þessu. Halló. Ég heiti Elvar Ólafsson og mér langar að beina einni spurningu til Friðriks og líka fulltrúa bæjarfélagsins í Reykjanesbæ og aðeins að láta Friðrik vita því að ég held að engin trillusjómaður hafi fengið afturvægina einustu krónu frá ríkinu. Hann sagði að þetta væri þjóðhagslega tapaði að vera með þessu transfer. En það hefur ekki verið skrifað með einustu trillum og svo kom Friðrik með ákveðna hótun. Heyrðist mér í sambandi við skaðabóta gagnvart ríkinu að ætti að taka hana svokallaða hóta af LJU. Mér langar líka að spyrja hann að því hvað fær borgað á mánuði fyrir að verja þetta svona kerfi sem búið að vera núna í 30 ár. Og svo hefði ég viljað Einar færi hérna á smábátahöfnum til telja hvað margir bátar eru í höfninni
sem er atvinnulaus. Það eru einn bátur hérna sem hefur aðgang á auðlindunum og við hinnir, við þurfum að leigja af honum fyrir 285 krónur kílóið. Hann á sem sagt 277 krónur 25 aura eftir að hverju kílóið þeir eru búin að borga honum. Er þetta sanngjarnt? Það byrja núna að spyrja fundarefnis, frumvarpið. Já, fundarstjóri, góður fundarmenn. Ég ætlaði bara að lýsa yfir ánægju við fórum með þetta frumvarp. Við sitjum uppi með núverandi fiskveiðistjórnarkerfi sem að brýtur mannréttindi, brýtur jafnræðisreglur með stjórnarskránni og náttúrulega atvinnuréttindi okkar sjómanna er náttúrulega brotið á okkur. Þannig að það er ekki spurning það þarf nýtt kerfi og þetta er gott skref í rétta átt, þetta frumvarp frá hreyfingunni. En við þurfum að ræða líka annað. Núverandi kerfi er ríkisstyrkur til útgerðarmanna. Og í hverju liggur það? Það liggur í því að þeir fá úthlutað ókeypis veiðiheimildir sem eru að borga 6-7 krónur fyrir en leigja öðruð á 290 til 350 krónur, eða 340 krónur í stóra kerfi. Þannig að þetta er auðvitað ekkert annað heldur en ríkisstyrkur. Og svo við það getum við ekki búið. Við getum ekki búið mannréttindabrot, brot á jafnræðisreglum og verið svo raunverulega að styrkja útgerðina með þessum hætti. Ég vil bara koma þessu af og svo náttúrulega fagnaði því ákvæði í frumvarpinu með allan fiskinn á fiskmarkað. Það er náttúrulega ákveðið jöfnunartæki sem liggur þar að tryggja fiskvinnslu án útgerðar sama aðgang að auðlindinni og nauðsynleg. En síðan náttúrulega fáum við þá sveitarfélögin fá harða útsvar, ríkið fær tekjuskatt og hafnirnar fá hærri hafnargjöld með því að þetta sé gert með þessum hætti. Þannig að ég læt þetta duga í byrjun. Hérna er maður í gráðipeysu. Ég var að spá í eins og með frystitórana. Það er nýtt bara 40% af því sem að kemur um borð og 60% fyrir aftur út í sjóinn í máastofnin og ég var bara að spá í hvað ég ætla að gera við því. Vil ég frekar fá ísfisktogara eða hvað ætla að gera varðandi þessa tegund af veiðum? Ég ætla nú að gefa pallborðinu tækifæri til að svara þessu og svo eru fleiri á mælendaskrá. Hver vil byrja? Einhver var að beina mín en ég Já. og það var mikið svona. Já, heyrðu, ég ger svo algjörlega sammála. Þetta er fáránlegt að þið þurfum að leigja hérna á, hvað? 300, hvað er leigan í dag? 320 krónur? 285 krónur sem við þurfum að borga 320 krónur til þess að það er að veiða þorskinn sem situr hérna fyrir framan. Ég er algjörlega sammála. Þess vegna er ég að velta þessu fyrir mig, hvernig á þetta er hægt? En við höfum að borga hérna til sveitarfélagana 320 krónur. Hvernig á þetta þá samt að vera hægt að fara hérna með? Það kemur alls saman sniðið. Ef þó þessi 190 það verður ekki það mikið eftir. Við vitum það allir sem höfum einhvern tíma komin álið. Þannig að það hefur bara allir gengið til mér. Þannig og auðvitað við óskar þess að ég geti fengið hérna fleiri báta hérna inn í höfnina til þess að landa sem forma þetta hafnarás. Þá við óskar þess og við reynum að gera því ekki spurning. Ég varandi þetta meina að tala ég er bara alveg sammála því að menn að veita sem afturheimildir sjálfur. Það er hins vegar mjög mikilvægt að við getum stýrt á heimildum. En það hefur okkar stefna lengi og sjómannasamtökuna og við höfum beint til stjórnvalda til að það hefur verið fyrst með hvort það var 2002 eða 2004 sem við gerðum það sameiginlega og gert það æ síðan. En því miður að það var ekki orðið að því. Það er bara þannig að við eigum bara að veiða þessar heimildir sjálf. Við þurfum eins vegar að það er alltaf fullir ferðum en að skiptast á heimildir til þess að láta veiða ganga upp og síðan ákveðna að skera sig. Við getum alveg gert það.
það getur einhver reiknað það út að það sé hagkvæmara að menn leigi einhverjum öðrum aflaheimildina. Ég meina það eitt af því sem ég nefndi áðan. Ég bara tel að jável þó við getum reiknað það út að þá eigum við ekki að gera það. Ég hins vegar held að það sé ekki hagkvæmara vegna þess að það hefur haft mjög slæm hliðaráhrif. Það er verið þannig að það hefur ekki verið gert rétt upp í sjómenn í alltaf mörgum tilvikum. Og síðan þekkjum við það að það fóru hérna aðeinar í tónleikur stóran stíl eftir dóma Hæstaréttar og keyptu báta tótallausa og hentu stórum hluta Atlantsfjarðar. Þannig að þarna er ég bara samanlega þessu. En þetta verður ekki náð í gegn. Varðandi, það er ekki hótun, það er að setja það málminn þannig. Þetta er bara staðreind. Ef aflaheimildir eru teknar af núverandi þeim sem hafa það núna, þeim sem eru keyptar ekki, það hefur það afleiðingar og það er bara með það með opin augun í það. En varðandi hafnargjöldin, af því að Gauðamann nefndi þau, að þá höfum við lagt til að hafnargjöld verði greitt af magni en ekki verði krónu. Það er bara lausn á því að það er mismunandi það sem er skipt úr og það er hærra fiskmarkskrónu vituna. Það á bara að leysa með því að greiða magni, en allir greiða það sama. Ef þú kemur með tonn og nýtir höfnina þá er þetta að nýta sömu þjónustu hvað sem það kostar, hvað sem aflaheimildir er 100 eða 200. Þannig að við erum kannski orðnir sammála eitt allir gjöldar eftir þennan tíma. En það er eitthvað fleira sem var nefnt þarna. Það er til dæmis álit mannréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna, meirihluta. Ég meina, það álit liggur fyrir, en það liggur líka fyrir dómar Hæstaréttar og það er Hæstiréttur Íslands sem kveður á það hvort að lög um stjórn fiskveiða standast ákvæði mannréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Það liggur alveg til og álitið hefur engin áhrif á það. Þessi nefnd hefur ekki úrskurðarvald það hvort að lög á Íslandi standast ákvæði íslensku stjórnarskrárinnar. Þannig að það er þín túlkun, já, ok. Það er alveg klart. Já, Sjómannasambandsklíkunum hafa líka greið þetta mál? Nei, þetta er svona og menn bara verða að þola það að þessi mismunandi sjónarmið. Þetta er mín skoðun, alveg klart og við ég veit það ekki tala um ríkisstyrk til útgerðarna. Það er engin ríkisstyrk til íslensku útgerðarna, það er það. Og menn geta haldið því fram að það var sett fram í þessu samhengi að það sé að vegja frá Gauðamanni. Það er einfalt ráð til þess að taka það á þeim ríkisstyrkjana gæta það. Þetta er bara samræðum. Það er ekki búið með tímann. Frystintóðan er eins og það er náttúrulega eitt er magn og annað eru verðmæti. Það er alveg rétt að það er ákveðin að hluta hendi í sjóinn af frystintóðanum og bara karvan, málatelmingnum, útvarskarvan. Það er bara vegna þess að það kostar meira að koma inn í land og ekki verið nægilega markaðar fyrir hann. Þannig að það er ekki gæfulegt að leggja í kostnað sem er meiri heldur en tekjurnar. Það er hins vegar aukist verulega að við erum að koma með stærri aflas í bókvísbílum og öðru leyti eins og norski fisk á fleira. En það er auðvitað mismunandi aðstæða borð í skipum og svo framvegis. Þetta er að þróast verulega og við reynum að gera það sem að skila, en ekki það sem að kosta meira. En eins og að fá bræðslu borð. Það er nú þernið með bræðslu og þú veist, það er sum skip útbúin þannig sko. Það er rétt. Þernið er eina skipið og hún kom með bræðsluna kom til landsins og menn að nota hana. En það er ekki verið að reikna það að borgi sig að væri breytingar skipunum sem gera það. En þetta hefur breyst mikið með hærra verði. Verðið er hækkað. Já, bara öllur varðandi þess sem var verið að tala um brottkastið og afskurðin og öllu því sem er hent að þá fyrir einhverjum árum kom hér mikið og stórt verksmiðjuskip sem heit Örfirseyja með minni sem þar var verið að gera tilraun til þess að vinna allt hvert einasta bein borð og koma með það í land og
Það fannst mér vera einhver svona tímamót og inn í nýja framtíð fyrir Ísland, en það skip var svo selt úr landi aftur, ekkert allt og löngu síðar. Ég vissi nú aldrei almennilega af hverju, en ég sammála því að þetta eru náttúrulega verðmæti í einhverju skilningi og ef það væri hægt að gera gangstur í því að koma með allt sem kemur upp úr sjónum í landa, þá held ég það verið skrifið rétt á. Varðandi það sem Einar var að segja 320 krónur á kílói til sveitarfélagana, þá þessi tala einfaldlega það verð sem var í gangi í janúar og það sem mun gerast náttúrulega ef allar aflaheimildir fara upp og þá mun það lækka umtalsvert. Við gerum ráð fyrir 50% lækkun og það bara svona tala sem dregin upp úr hætti, menn veit ekki hvað svo lækkun yrði mikið. En niðurstaðan samt svo að með svona uppboðsfyrirkomulagi að þá borga menn aldrei meira fyrir aflaheimildirnar heldur en þeir geta. Það málið, það upp staðið. Já, eru fleiri í þáttunum sem vilja bregðast hans við þessu? Já, það eru allavega tveir í viðbót að biðja orðið. Átni. Já, Þórður á leiðinu með Það er nokkuð, það var fyrsta skítið sem ég það var ástæðan. Komið sæl og ég þakka fyrir að fá að vera hérna á þessum fundi. Ég ekki með mjög ágengnar spurningar en til að bara gera aðeins athugasemdir það sem að Friðrik Jón var að segja þarna áðan. Það er í sambandi við það eins og oft hefur heyrst að það er þessi óvissa útgerðarinnar sem er að skapa við þessa umræðu alla að innkalla aflaheimildir. Aflaheimildir, fyrir ég. Ég er miklu eldri en Friðrik Jón og ég man aldrei eftir því að ástand á fiskimiðum hafi verið þannig við Ísland að menn hafi vitað að hvað þeir voru að ganga. Ég ætla að vitna til ársins 1774, það var reyndar aðeins fyrir mitt minni. Þá var 70 tonna bátur, sá stærsti sem Íslendingar áttu, hann var á veiðum og veiddi 269 þorska. Það er alveg af og frá að útgerðin geti ætlast til þess að geta gengið að fiskinum í sjónum eins og vöru á í geymslu. Það hefur ekki verið rætt mikið brottkast hér, en það vita það allir sem að þekkja að brottkast fylgir aflamarki en hverfur við sóknarna. Það er svo einfalt mál. Og þetta hefur ekki verið rætt hér. Eins og það menn talað brottkast og við kvíða því að hann vilja koma við einhver ákveðin skilyrði. Það er bara fyrir hendi í dag. Nú síðan er þetta hann Friðrik Jón sem er nú bara aðeins að segja frá því. Hann spurði hvort okkur langaði í það ástand sem var fyrir kvótakerfisins í afkomu útgerðar. Ég er gamall fiskmatsmaður og ég skal upplýsa það að það lagaðist afkoma útgerðarinnar þegar menn fóru þegar fiskmarkaðurinn kom og menn fóru að umganga fiskinn eins og maður. Það væri hægt að tala hér í allan dag en ég ætla að láta öðrum það eftir. Takk fyrir mig. Jú, takk, og hér situr maður í súluna í hinum meginn. Góðan dag, Viktor heiti ég. Spurningu Þór Sari. Þú leggur til viðvörunaverð sem þú sagði 318 krónur. Þú sagði næstu 50% niður, þá var það 170. Myndir þú treysta þér til að gefa bát eða togara að leiga upp á 170 krónur? Hver heldur afkoman á því? Ég veit ekki betur en í lögum það þannig að sjómenn mega ekki taka þátt í leigubáta. Þetta er leigubáti sem þú ert að pröfa. Hvernig ætlar að mæta sjómenn á því? Þú ert að stuðla sjómenn að afslættin sé afnumið til dæmis. Hvernig ætlar að koma þetta fram? Ég ætla að spyrja ykkur fleiri. Það er maður ekki að ég skrifa ekki.
Takk, ég er ekki með fleiri en ég held við um spurningu. Hérna er einnig viðbót. Ég var að segja að við lokið málendaskrá ef að fleiri vilja tala til máls en meðan hann er að spyrja. Takk, gjör svo vel. Já, góðan daginn. Ég heiti Kári og það er hérna Kristján Þórs sem mér finnst vanta í tillögurnar að veiðirétturinn sem sagt á uppboðinu verði sem sagt greiddur eftir á sem sagt á við sölu á fiskinum til þess að það sé tryggt að misvitrir bankastjórar ákveð ekki hver eigi veiðiréttin. Síðan er náttúrulega einokurinn á veiðiréttinum í núverandi kerfi plús að hann gengur í erfið. Þetta er ríkisstyrk. Og hérna rökin sem sagt fyrir nýtingarsamningunum sem ætti að vera farið, það er sem sagt hérna gagnvart öðrum atvinnugreinum, þetta er núna kannski til Friðriks. Bakarínu hérna eða veitingahúsunum hérna allum sem sagt og tala nú ekki náttúrulega fiskvinnslu á útgerð. Takk. Já, þá bara fyrir... Já. Má ekki klára hérna? Varstu með einu spurninga? Jú, bætum henni við. Varst þú að Já, morðið svo? Stóri, það er líka að upplýsa og aðeins að spyrja þér. Það er leigukvótaverðið sem viljum að reyna að berjast við, ásamt mér og svo fleirum. Veist af hverju hún svona há? Ég nánast fullyrt að hún er svona 40% hærri heldur en ætti að vera. Það er einungis út af þess að það er svokallaður byggðakvóti. Byggðakvóti virkar þannig að þú útdeilir ákveðnu plási kvóta sem bara 100 tonn, svo ætlar útdeilar til Sandgerðis. Þá er því útdeilt niður einhver ákveðnu útgerðarmenn og þeir sjá sér hagið því, jú, við fáum hana frían kvóta og þá ætlum við bara að fara á næst. Leigja bara sér aðeins, við verðum að ná í kvóta til að leggja á móti. Svo deilaði bara tveimur. Svaka liða. Það var einn sem báði orði í viðbóti, hann situr hérna í gráum jakka og svo ætla ég að byrja að svara. Gjör svo vel. Ég heiti Jakob og er útgerðinni haldið gangandi með því að lækka stanslaust gengið og auka verðbólguna. Og svo er annað sem ég vil fá í gegn að allir frystutogarar fara út fyrir 200 mílur. Og spurningin er þessi hvort heil land í Kína. Spurningar, nú ætlum ég að byrja að taka að svara og Þór er hérna fyrstur með mikrofónuna til hann ekki bara fyrstur til máls. Já, ég fekk hérna bara örstuð svör sko, fyrst varðandi verðið á leigukvótanum 170 krónur, 159 krónur, 318 krónur. Sko það verð er bara það verð sem var í gangi í janúar á fiskmörkuðum og þess vegna notum við það verð í okkar frumvarpi bara til að gefa hugmyndum hvað það er í dag. Það verð er alls ekkert raunhæft að ætla að verði ef að fyrirkomulaginu verður breytt og við aukið framboð og tala nú ekki við stór aukið framboð eins og hér er að þá mun verðið að sjálfsögðu lækka mjög mikið. Niðurstaðan er samt alltaf svo að uppboð á takmörkuðum gæðum skila hagkvæmustu og skilvirkustu leiðir úthlutunina á þeim og útgerðir kaupa ekki aflaheimildir nema það geti staðið undir því. Hvað varðar veiðirétt eða heimildir að greiða þær eftir á, þá er það nú yfirleitt svo með uppboð, það er að vísu misjafnt, að þá er mennum gefinn tiltekinn frestur til þess að greiða það sem þeir hafa boðið í og það er einfaldlega útfærsluatriði og smáatriði í þessu samhengi. Hvað varðar spurningunum frá Jakobi og gengið, að þá hefur náttúrulega gengi krónunar til áratuga tekið mið af afkomu sjávarútvegsins og það hefur minnkað undanfarin ár og áratugi. En gengi krónunar er náttúrulega kapítuli út af fyrir sig og kannski ekki endilega til umræðu hér. Ég er búinn að vera á hljóðu svo lengi en má ekki vera það núna. Það er hérna það sem að Friðrik segir með fyrst, það er að það minnki verðmæti með því að bjóða heimildir. Ég fælst maður ekki á það vegna þess að með því að bjóða heimildirnar út að þá aukur samkeppni fleirum að þessu. Ég held einfallega að menn væru hæfari menn í þetta sem að
myndi á endanum skila okkur hærra verði. En það, með það að uppboð leiði til mikillar óvissu, sko, ef það væri bara eitt uppboð og menn myndi misreikna sig á því að það náttúrulega vissulega myndi valda miklum búsifjum í byggðarlögunum. En ég hef ekki skilað þessar hugmyndahreyfingar þannig að það standi til að gera þetta þann hátt að menn tapa öllu með því að misreikna sig örlítið. Og það mætti líka bara leysa þann vanda með því að vera bara með ákveðin hlut á uppboði og það sé forlegur réttur á restinni. Það mætti líka nota þá útfærslu, til þess að verði 10-15% sem uppboðun forlega, mætti nota þá útfærslu til þess að mæta þeim sem að hafa keypt aflinu til. Að þeir væri ekki að borga þetta leiguverð nema af því sem eru að ná sér í uppboðinu á aðlögunartímanum. Og hérna með afkomu sjávarútvegsins fyrir það kvótakerfi sem ég var að benda á það að kvótakerfið hefur ekkert með þetta að gera, sko. Þetta áráðasveit Íslandsbanka það tók þarna 3 eða 4 ár meðan það var óðaverðbólga, það gekk ekki að skapa hlutur upp á Íslandi og það var nýbúið að taka 2-0 af gengi krónunnar, þannig að það er ekkert skrítið að sjávarútvegurinn hafi gengið frekar illa þar. Eins og bent á að þá var á 2 árum áður en að kvótakerfinu var komið á að þá rúmlega 2-faldast framleiðin í sjávarútvegi. Þannig að það ég get ekki á nokkuð nátt lesið það út úr graf að kvótakerfi sé að orsaka þetta. En vissulega er betur hærri. Og hérna er lokum með mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna sem hann hefur margum fyrir að þeir einfaldlega telja að þetta kerfi er búin að setja frá sér ákveðin það að kerfi það bara standist ekki alþjóða mannréttindi. Sé það svo að mannréttindi á Íslandi séu sveitartryggð, þau séu í verri farvegi heldur en á alþjóða vísu, þá er það þarf að bregðast við því og lagfæra það, hafa kerfi þannig að það brjóti ekki jafnræðis ákvæði sáttmálum borgaralega og stjórnmálalega réttindi. Og hvað varðar þennan Hæstaréttardóm, þú veist vandarlega það Vatnadóminn er það ekki hlutið? Já, það kemur skýrt fram í þeim dómi að heimildir séu eingöngu ótímabundnar í því tilliti að þær verða ekki felldar niður nema með lögum og vegna þess að hægt sé að fella þetta niður með lögum hvenær sem þá standist, það er meðal annars forsendum fyrir að kerfið standist og þessi dómur sem mörg vísað í, hann ætla að segja það einfaldlega að það þykir sér heimilt að breyta kvótakerfunum hvernig sem en þetta sé þetta eign þjóðarinnar og almenna réttur. Takk. Friðrika? Já, takk. Má ekki bara taka það sem Jón Gunnar er að segja og því að taka það í beinum framhaldi. Það er rétt að það er hægt að breyta þessu. Það er ekkert meðast, það er Alþingi sem hefur lagað þetta. Það hefur ákveðnar afleiðingar í förmessu. Þar á meðal þá hefur það myndi myndast bótaskyldu ef þetta er gert í einu lagi. Það liggur alveg fyrir eða það er mitt hægt og fleiri. Og varðandi hérna ég er svona búinn að fara yfir það varðandi afkomuna, það liggur alveg fyrir að hún hefur gjörbreyst en ég vil þá kannski nefna mann ekki hver var með það varðandi gengið og gengisverðingar, var það ekki Jakob? Það er akkurat svo breyting sem er orðið að liturnar skoðum í gegnum mjög langt skeið núna við skömmu síðan eða á síðast áratug mjög hás gengis og alltaf hás en var ekki sjálfbært en útgerðin fór í gegnum það bara vegna þess að þetta var sett á okkur að sjá okkur. Það er búið að skera niður á útgerðinni. Það var þannig að útgerðin fór í gegnum þetta háagengi sem ekki hefði verið fyrir dagar kvótakerfisins. Þá eins og þekkir náttúrulega nefndi að það voru mikil inngrip á þessu stýrt meðan við afkomuna. En sem betur við þá erum við komin út úr. Útgerðin verður bara að standa á sínum veginn hóttum. Og varðandi Árni sagði, það var varðandi óvissuna. Það er alveg rétt að það hefur verið óvissa og er óvissa og verður í útgerð. Við lostum ykkur hana en við höfum ekki að bæta við manngerðir óvissu með tillögum eins og ég tel að felist í frumvarpi hreyfingar.
það er akkur það sem við erum að gera, það er að reyna að minnka óvissuna og við getum gert það með þeim hætti sem við höfum gert hingað til. Varðandi það að brottkastið hverfi með sóknarkerfi, það er það því með brottkast í öllum kerfum, en við vilja að kasta fiski vera þannig innstilti, þá gera við það. Hvort sem það eru kvótakerfi eða ekki kvótakerfi. Ég var til sjós hérna fyrir dagar kvótakerfisins og veit alveg hvernig þetta var þá. Ég var líka í sóknarkerfinu og ég var líka í aflandskerfinu. Þetta er bara hvernig menn eru sinnað. Hvað? Því það er fyrir? Já, hvatinn er sá að ef þeir sem ætla að henda fiski, ef þú ert með, sem er nú sem betur fyrir oft, að við erum með hérna veiðigetuna umfram kannski afkastagetun í vinnslunni, hvað sem það er að gera fiski eða fullvinnan, að ef þú vilt henda hluta af fiskina, þá getur þú gert það í sóknarkerfi. Það þykir að hrista hausinn, þetta er bara svona. En ég meina, við vorum í Smugunni, ekkert kvótakerfi, fyrir ekki löngu síðan og við getum ekki verið stolt af því sem gerist það. Ekkert kvótakerfi, sennilega mesta brottkast síðan ára. En það er náttúrulega það og... Kaupættur sem heitir það? Já, ég þekki þú alveg reynd. En það er ekki hérna umræður með það. Varðandi það að fiskmarkaðurinn hafi gjörbreytt meðferð á fiski, þá hefur sem betur hver orðið mikið breyting á meðferð á fiski. Það er hvati hjá sjómönnum og ganga vel það er heilfisk ekki. En ég held að þetta er ekki bara fiskmarkaðurinn sem hafa ráðið þar, en fiskmarkaðurinn hafa verið mjög góð. Og síðan er bara orðið að verður þróun í sjávarútvegi eins og annars staðar. Við erum að nýta möguleikana betur og höfum betur tæki heldur en við höfðum. Ég er ekki að gera lítið út eins og við vorum á undan en það voru bara aðra aðstæður. Sem betur þegar þá snýst þetta núna sem við fórum yfir í upphafi. Þetta snýst verð en ekki magn eins og var áður. Þannig að það er svo stóra breyting sem hefur orðið. Og varðandi svona Kári sagði, já, það var náttúrulega ekki mín, það var til fólks, þannig að Og svo er það því sem ég var að tala í sambandi við nýtingarsamningana. Já, þú varst að tala já, að það væri á gagnvart öðrum aðstæðingum. Já, hvernig rökstyður það? Hvað segir það? Hvernig rökstyður við sem væntanlega þetta nýtingarsamningar sem munu verða í nýjum lögum kvótann? Já, það gagnvart þá, þú meinar það hvort við ætlum að taka bara nýtingarsamninga á öllu. Hvaða aðstæðingar sem er? Já, ég meina, hefur hérna bakari hérna upp á götu eitthvað rétt á Hafnargötunni eða Hringbrautinni, þú veist, þetta er bara í þessu samhengi? Já, ég skil. Þetta er bara góð spurning. Já, ég meina, þetta er sértækt rekstur og öryggi úrræði. Við erum með hérna takmarkaða auðlind í hérna fleiri sjávarútvegi, það er alveg rétt. Ég ætla ekki að ég má bara fá að hugsa þetta, en það er alveg augljóst að í sjávarútveginu þar erum við að nýta takmarkaðauðlind og við munum aldrei komast í þá stöðu að geta að finna þetta. Þannig að þar er alveg augljóst að við verðum að takmarka. En finnst þér þetta rétt skipt meðal þegna þjóðfélagsins? Ég held að þetta er ásinn aðdraðanlegu þekkjum og það sem að hefur gerst er að stærsta hluti aflaheimildar eins og einhver bent á þetta hefur verið keyptur. Það ánægðar einhverjum sem að fórum svolítið framtíðan með það, þannig að talaði með þetta og væri meira og minna bara einhverjar sammenningar á ennstöðu. Það er eins og alveg rétt að mörg þeirra og flest þeirra fyrirtækja sem eru með aflaheimildir eða þeir sem eru með megnið aflaheimildir voru til fyrir daga kvótakerfisins og ekki allir. Þeir hafa keypt megnið af aflaheimildum. Það breytir ekki því að þeir hafa verið keypt. Það er alveg óþarf að vera með þetta í þessum dúr. Ég meina, þó að fyrirtæki sameinist, þá gerist ekki neitt. Það er ekki fyrir en að þá einhverjum selja sem að það telur inn í þetta sem við erum að tala um að aflaheimildar eru senda. Þeir ekki Það er nokkuð fleira. Og ríkisstyrkurinn. Ríkisstyrkurinn. Varðandi það þá að réttin til að nýta aflaheimildir? Nei, ég er að tala um það að hérna, það er einokun á veiðiréttinum eins og þetta er í dag. Hérna, það er í eðli sínu ríkisstyrkur. Plús það að þessi veiðiréttur gengur í erfðir
sem þá líka ígildi ríkisins. Umfram alla aðra sem ekki koma að þessu. Það er rauninni hefur þetta verið þannig að við settum þetta fyrirkomulag. Það var þannig hérna áður að það gátt allir farið og sem gátt komið til skil og farið á veginn. Það var takmarkalega og það verður alltaf þannig. Og þá er spurning hvað þetta fyrir gera. Síðan, það voru alltaf margir í þessu. Þeir sem eru núna hafa keypt sínar aflaheimildir á náttúruverkefni. Síðan höfum við þetta farið til og sótt þetta, sótt rétt fyrir Ísland, eins og við deilistofnum og stofnum þetta lagsögur. Ég meina, þú getur þetta kallað þetta ríkistir. Ég lít svo á að þetta sé spurninginu hvernig við höfum út úr þessari auðlind mest sem þjóð. Þetta hefur gengið kaupum og sölu. Þeir sem að nýta þetta hafa kynnt sinn nýtingar eftir langstæðstu leyti. Nú er verið að tala það það var reyndar gert á fyrir aldarinnar að það var sett þetta svona veiðingja. Þannig að það er ekki bara það að skilja sér í gegnum það sem við erum að gera. Þetta borgum við líka ákveði veiðingja sem ákveði hlutfall að framlega. Þannig að hver er ríkisstyrkurinn? Sko það sem ég á við þetta að mismunurinn á einmitt þessu væga veiðigjaldi sem fer í ríkissjóð og svo verðin á leiguheimildum til annar útgerða. Það er raunverulega ríkisstyrkur af því að hann skila sér til útgerðarna en ekki til almennings. Sem á auðvitað. Þú getur kallað það, ég er að segja bara, þetta er raunverulega ríkisstyrkur. Já, þú getur kallað það, ég og miklu fleiri. Já, ég er ekki að gagnrýna það. Ég meina þegar ég segi það. Ég meina, það geta kallað það hvað sem þeir vilja. Ég held að við eigum að breyta þessu, þannig að menni að nýta þessu. En ef þú veðsetur veiðihing, þá ertu að það er líka ríkisstyrkur að afhenda eitthvað sem þú getur veðsett. Leikt eða selt. Að afhenda eitthvað sem eitthvað skot og ég meina, það geta allir farið og aflaða sér réttar í deilistofnum sem þannig. Ákveðni aðeins gerðu það. Það var ekki verið að afhenda nefni. Það var þegar við settum þetta fyrirkomulag á, þá þurftum við að takmarka aflaheimildar. Við erum einhvern veginn að gera þetta. Þetta er svo aðferð sem við notum. Þetta er svo aðferð sem er að vera að nota víðsfæri heimilin. Og það er ekki rétt sem að Jóngunnar sagði að þetta sé bara Ísland, að standi sig ekki alþjóðleg mannréttindi þegar hann lenda. Þannig að það er verið að nota þessu kerfi allan heim. Það er ekki bara eins og Ísland. Ég held að við verðum kannski ekki alveg seint saman um þetta. Einar, gjör svo vel. Ég takk undir að ágjörna sem að